Já, komið sæl og takk fyrir að bjóða mér að tala hérna. Það kannski hægt að bæta því við að þó ég sé formaður stjórnar Innviðasjóðs, ég er starfsmaður Alvotech og kem þannig inn í þetta starf hjá Innviðasjóði. Nú, Innviðasjóður hérna fékk eigin stjórn með lögum árið 2019 og hún var falið að starfa eftir vísinda- og tæknistefnu frá 2020 til 2022. Þar sem stendur að markmið þess að við áttum að stofna þennan vegvísi og markmið vegvísisins væri meðal annars, þarna segi ég, að sérstaklega huga að opnu aðgengi að rannsóknarinnviðum og samstarf uppbyggingu og nýtingu innviðanna. Og það sem ég langar að leggja áherslu á hérna er þetta opið aðgengi og samstarf uppbyggingu. Innviðasjóður styrkir verkefni uppbyggingu á rannsóknarinnviðum en ekki rekstur eins og þið vafalaust vitið. Og við stiltum upp fyrsta vegvísinum 2021 og ferillinn var þannig að í júní 2020 var kallað eftir tillögum að vegvísaverkefnum og þetta var svona til þess að vísindasamfélagi fengi yfirsýn yfir það hvað aðrir væru að hugsa og gefa fólki kost á að para sig saman í stærri verkefni og það bárust þessar 54 tillögur og svo og þær eru ennþá á heimasíðu Rannís og svo í nóvember 2020 var kallað eftir umsóknum sem voru þessar formlegu umsóknir og það var annars vegar í vegvísaverkefni og hins vegar í almennverkefni og svo var úthlutað eftir honum í byrjun árs 2021 og það er búið að úthluta núna 4 sinnum eftir þessari áætlun þar sem þessir 6 vegvísar voru skilgreindir sem eru hérna listaðir. Það er þessi sem er kallað efnagreining, efnisvísinda og efnisverkfræðisetur, EPOS Íslands sem er gagnagrunnaþjónusta frá Sameindu til sniðlagning sem gengur undir heitinu lífvísindasetur og svo er IREI, rafrænu innviðirnir og svo miðstöð stafrænna hugvísinda og lista. Og þessir ég vil sérstaklega drepa á þessum gagnagrunna eða rafrænu innviðum. Hann sker sig dálítið út IREI vegna þess að hann er mjög almennur og einhvern veginn þjónar öllum og ég hef stundum líkt honum við vegakerfi. Það er bara nauðsynlegt að hafa hann fyrir alla til þess að geti gert það sem þið þurfa meðan að miðstöð stafrænna hugvísinda og lista og EPOS er miklu fókusera fyrir ákveðin hóp og þeir eru líka svolítið kannski ólíkir að því leyti að miðstöð stafrænna hugvísinda og lista er mikil uppbygging á grunngögnum meðan að EPOS er fyrst og fremst verið að staðla þannig að allir geti nálgast gögnin eftir stöðluðum leiðum. Og þetta er náttúrulega hlutur sem maður þarf að hugsa að mjög snemma í uppbyggingu á gagnagrunnum eðlumálsins samkvæmt. Hvað breyttist með vegvísi? Og þetta gaf vísindamönnum tækifæri til þess að hugsa stærra og til lengri tíma. Það var nánast óhugsandi að hugsa stór tæki eða stóra gagnagrunna áður en vegvísarnir komu til. Það var endrum og sinnum það var sótt kannski 10 sinnum eða 3 sinnum svona ígjulaust, 3-4 sinnum sama tækið, og þá fékkst það í 3. tilrauninu eða eitthvað svoleiðis. Hér eru hópur vísindamanna sem koma saman, forgangsraða sínum tækjum og geta hugsað stórt og óskað eftir miklu stærri innviðum. Svo það sem er mjög mikilvægt fyrir vísindasamfélagi finnst mér er að vísindamenn forgangsraða sjálfir í innviðauppbyggingu en ekki fagráð til dæmis sem hafa ekki eins góða yfirsýn innan fagsins eins og vísindamennir sjálfir.
Svo þessi aukna samvinna, innlend og erlend, sem að öflugir innviðir bjóða upp á. Nú getum við boðið erlendum samstarfsfólki til leiks með okkur af því við eigum eftirsóknarverð tæki eða gagnagrunna og þessi aukni slagkraftur, það að segja að fyrir hverja krónu sem fjárfest í innviði, það fæst miklu meira fyrir hana með samvinnu og með auknu aðgengi. Og við erum að búa til ný tækifæri til þjálfunar ungra vísindamanna. Á fjárhagssviðinu hefur gerst eitthvað svipað og þetta, þar sem að gulu súlurnar eru heildarupphæðin sem var úthlutað. Rauðleitu súlurnar eru þar sem var úthlutað til vegvísa og grænu eru meðal úthlutun, meðal styrk fjárupphæð. Línan sýnir fjölda verkefna sem að fengu úthlutun. Og það alveg augljóst að sjá sko frá 2021 þegar að vegvísarnir taka gildi hvað hefur gerst. Það að 80 og upp undir 90% af úthlutuðu fé fer í vegvísaverkefnin. Og þannig að það alveg gríðarlega mikilvægt að verkefni komist inn í þessar samstarfsverkefni sem vegvísarnir eru til þess að eiga séns í að fá úthlutað til rannsóknarinnviðs. Og það sést þarna, COVID-framlagið sem alveg rosalega hátt þarna og fer upp í 500 og tæplega 550 milljónir sem við gátum úthlutað þarna 2021 og svo hefur það svona verið að minnka og það sem hefur gerst þá samhliða að hlutfall vegvísa úthlutunina hefur hækkað. Þannig að fólk með minni verkefni sko fær bara eiginlega ekki úthlutun og það þýðir líka að stór fræðasvið verða útundan sem afleitt. En hvað gerist núna? Sko nú erum við að horfa fram á veginn og ég búin að nefna það að hvað samvinnan er mikilvægt til þess að fá aukinn slagkraft og við viljum reyna að ná fleiri vísindamönnum inn í vegvísaverkefni og til þess að efla samvinnu meðal annars gegnum opið aðgengi og gefa vísindamönnum tækifæri til þess að endurskoða framtíðarsýn. Veröldin breytist hratt, það koma ný tækifæri, það koma opnast nýir grunnar, ný tækifæri fyrir samvinnu og fleira. Og svo líka, ef þið skoðið hérna hvernig vegvísin þessi 6 verkefni, að það eru stór fræðasvið á Íslandi sem eru ekki með neitt vegvísi og nú tækifæri fyrir þau að taka sig saman og búa til öflugt samstarf og sækja. Nú, innviðasjóður ætlar að haga vinnunni á svipaðan hátt og við gerðum 2020 og að kalla eftir tillögum svo að fólk geti parað sig saman, svo þeir sjá hvað aðrir eru að hugsa og að það sé kannski hægt að búa til sko sterkari verkefni út úr því að para saman 1 eða 2 eða fleiri verkefni. Það líka tækifæri til þess að tengjast fyrri vegvísaverkefnum og það hafa komið frá spurningar það, eigum við nú að stokka upp og breyta nafn og breyta sko verkefnum sem eru núna og svarið við því nei, alls ekki. Við viljum endilega sjá aftur þessi vel heppnuðu vegvísaverkefni sem að hafa verið í gangi undanfarin 4 ár. Að þau sækja aftur. Við viljum endilega að aðstandendur þeirri skoði hvort að það séu fleiri sem geti komið inn og noti þeirra aðstöðu eða gagnagrunna sem verið að byggja upp. Svo það sem sagt alveg eins og síðast að það ekki nauðsynlegt að senda inn tillögu þó þú sendir inn umsókn svo í nóvember eða þarna fyrir 1. nóvember. Þannig að þið þurfið ekki að vera búin að veifa en auðvitað hjálpar það til þess að búa til samvinnuverkefni á milli háskólanna.